Þegar Gunnar Valdimarsson á Húsavík var 10 ára þá dreymdi hann skólabróður sinn látinn. Hann hingað kominn, Gunnar segði mér frá þessum draumi nákvæmlega. Hvernig vissirðu hvað var að gerast? Mér dreymdi skal ég segja að ég var kominn sér í Húsavíkurkirkju og ég satt upp á suðurloftinu á fremsta bekk fram við grindverkið, svona í miðjum bekknum, og þá kemur þessi drengur til mín og kveður mig og kissir mig á kinnina. Já. Svo þetta er aðfaranótt 2. janúar 47 og ég er svo að klæða mig, þegar við erum náttúrulega í jólafrí, og ég er svo að klæða mig þegar pabbi mín kemur sunnan úr bæ og segir mér þessa frétt að hann hafi dáið í nótt. Hvað hugsaðirðu? Hvað fór í gegnum höfuð? Ég man það nú ekki, en þetta er svo greinilegt sko í mínum huga. Ég man þetta alveg eins og þetta gerst í gær, þó að ég var 75 ár síðan. En þegar þú sagðir frá þessum draumi, var þér trúað? Já, mér var trúað. Já. Því að það er áframhald á þessu, svo þegar drengurinn er jarðaður, þá fá allir krakkarnir sem er í bekkjónum, í mínum bekkjónum ofan við, þeir fá að fara á jarðarferðina og við erum settir niður á suðurloftinu, og af því að við vorum í bekknum með honum, þá erum við á fremsta bekk. Og ég sit nákvæmlega í sama sætinu og satt í draumnum. Já. Er þetta eitthvað sem er þekkt í þinni fjölskyldu, bergdreymi? Ég þekki það ekki. Nei. Ég þekki það ekki, af því ég er ekki alinn upp í minni fjölskyldu, ég var tekin í fóstur og ég þekki það bara ekki. Já, það var þannig. Já. Hvar ertu alinn upp? Ég er alinn upp á Brettingstöðum á Húsavík. Þetta var bíli eða hús sem stóð svona utan við bæinn þá, en er komin inn í bæinn í dag. Var ekkert, heyrðirðu það aldrei utan að vera, þegar þú varst að segja frá þessum draumum þínum, að þú væri bara að skálda eða með fjörugt ímyndunar? Nei, ég heyrði það aldrei. Nei. Ég heyrði það aldrei og ég var svo sem ég man ekkert eftir fleiri draumum í kringum þetta, en þetta var svo greinilegt að ég bara sé þetta fyrir mér í dag eins og ég sá þetta fyrir mér þarna. En hvað vakti þetta með þér? Hvað breytti þessi draumur einhverju fyrir þig sem persónu? Nei, en ég hef náttúrulega rekið mig á það síðan að það er næst manni eftir því að þegar við áttum von á okkar fyrsta barni, ég og kona mín, þá fór ég með hann upp á spítala að næturlagi. Það er í júlí 60, 19. júlí 60. Já. Og þá var nú ekki eins og í dag að þá fengur nú ekki feðurnir að vera, það er svona, jú, þeir máttu kannski fara inn á spítalalóðin, en það var svo sem ekkert mikið meira. Nei, hugsa sér. Og það gerðist ekki þennan dag, en svo kvöldið þá fer ég upp eftir og hringi dyrabjölluna og geri boð eftir ljósmóður, og hún segir mér að ég þurfi ekki að hafa áhyggjur að er þið fæðing í nótt, ég geti sofið bara rólegur. Það sé búið að gefa henni hvíldarsbraut og hún bara sofi. Ég fer svo heim að sofa og nóttina dreymir mig að ég er staddur á gatnamótum Garðarsbrautar og spítala, veginn sem liggur upp á spítala. Þar mæti ég frænda mínu sem drukknaði fyrir 9 mánuðum fyrr haustið. Og ég sé svona, hvað er þetta að koma? Ég er að koma á spítala. Ég vakna við þetta og lít á klukkuna, og þá var klukkan átt eftir 1:55.
Já. Morgunin klukkan 6 fer ég upp eftir af því að ég átti að fara að vinna klukkan 7 og þá strax og ég hitti stúlkur sem voru á vakt og þær segja við mig óskaði til hamingju með soninn. Og ég sé svona, fæddist hann 5 mínútur fyrir 1:30. Hvernig veistu þetta, segir hann. Mig dreymdi þetta. Já. Hann hefur komið og vitjað drengsins. Já. Hann var líka vitjað nafns. Hann var vitjað nafns? Já. Hvað hét þessi frændi þinn? Hann hét Aðalsteinn Árni Baldursson. Drukknaði bát sem fórst í 21. október 59. Já. Og fékk drengurinn nafnið? Já. Hann hét Aðalsteinn Rúnar. Já. Það er svona næsti draumur sem að þetta er svona, já. Þú ert minntur á að það er til eitthvað meira heldur en bara það sem við sjáum. Já. Ég, síðan dreymdi mig ég veit svo sem fyrir einhverjum árum síðan, þá ég á dóttir gifta í Ljósavegsgarðinu. Já. Og við dreymdi að sonur hennar sem var orðinn verkfræðingur og byggingaverkfræðingur og vinnur á verkfræðistofu á Akureyri. Já. Við dreymdi að hann væri fann að byggja fjós þar. Ég hringi henni morgun og segi henni þetta. Hún segir þetta verður aldrei. En í dag er hún búin að steypa grunna 60 kúa fjósi. Já. Svoleiðis að ég var ekki óánægður þegar ég hringdi hér og sagði við hana, manstu eftir því þegar ég sagði þetta? Já. Það stóð ekki til þá, sagði hún. Nei. En þig dreymir ekki bara látið fólk það, þig dreymir líka fyrir andlátum. Já, mér dreymdi einu sinni það var sjóslys á Húsavík í janúar 79. Þá fórust 2 rækjubátar. Já. Og mér fannst ég vera staddur, þetta kvöldi áður en slysið verður, þá fannst mér eða nóttin áður, þá fannst mér vera staddur upp á horninu, það var kallað Skuldarhorn, það var lítið hús sem stóð fram á Bakkabrúninni sunnan við Búðarárgilið. Já. Og mér fannst ég standa þar og þá horfði ég á það að það var verið að draga fyrir loðnu sem kallaði. Það farið endin á nótinni skilið nettur og svo róið hring og komið í landinu með svo bara dregið í land. En inn í þessari bugðu flutu 4 hauslausir þorskar. Já. Og ég sagði, ég vann þá eins og ég vann alltaf í 40 ár í Mjólkursamleginu og segi þeim frá þessum morguninu. Og þeir segja svona, þetta hlýtur að vera, þetta var náttúrulega á loðnuverti, þetta hlýtur að vera eitthvað slys sem verður á loðnunni. Já. Ég segi við þá, ef þetta er fyrir einhverju svoleiðis, þá er ég viss um það að þessir menn þeir finnast ekki. Það var alltaf sjór á milli. Já. Þeir komast aldrei í fjöruna. Nei. Svo skeður, þetta var klukkan 6 daginn eftir. Já. Og hann sagði mér, þeir sagði mér þarna morgunni þegar ég kem í vinnuna, ef þú hefði sagt mér þetta í morgundraumi þá hefði sagt þú bara að ljúga þessu. Já. En þú sagði þetta í gær. Já. Og hvað gerðist þarna nákvæmlega í slysinu? Það fórust 2 bátar með 2 manna áhöfn hvor. Já. Þeir voru 4 sem fórust. Og fundust þeir aldrei? Nei, fundust aldrei. Það fannst að vísu einn en þeir náðu honum ekki. Nei. Það sást þetta sko. Já. Þetta er ekki eini draumurinn sem að þið dreymir fyrir svona. Síðan man ég eftir því að ég fór í sumarfrí eftir sláturtíð. Það var sennilega verið 9-10 og þá fór drengur sem var með mér í semleginu líka í frí og hann ætlaði að fara í
hann ætlaði að fara í, hérna skal ég segja þér, á loðunum með föður sínum og var að fara í það leið og ég, en hann var 20 daginn eftir. En hann lenti í, hann var fyrir slysi og dó þarna nóttina. Já. Og ef ég var búið að dreyma þarna dálhlu áður, þá sá ég fyrir mér svona eins og ramma, svona eins og bara hurðarkarm, liggjandi á jörðinni og inn í þessum karmi voru eintómi blómvendir og þeir eru allir bleikir. Já. Ég sagði einum þarna í samlaginu sem ég sagði einu stundu frá því hvað mér verið að dreyma á. Hann segir þetta lítur að vera fyrir dauðsfall af því blómin eru öll bleik. Þegar hann jarðaður þessi drengur þá erum við að steypa fremra og tengdasonur minn segir við mér svona, á ég ekki að keyra þér út þetta á jarðarföruna? Nei, segir við erum svo fáir að það þýðir ekkert, hann fyrirgefur mér það, segir hann, svo ég kom ekki. En ég fór svo heim kvöldið og labba svo út í kirkjugarð morgunin, eftir einhvern tíðan eftir ég vaknaði upp. Og þegar ég stend við endan á leiðinas, þá var þetta nákvæmlega eins, þá hef verið slegið upp að ramma utan blómvendi, þeir voru svo margir og þeir fylltu alveg gröfina. En þau voru ekki öll bleik, þau voru allavega á litin. Já, já. Kannt að ráða í drauma og hvað þessi tákn eru? Nei, ég kann það nú ekki en mér sagt það að ég veit það úr draumaráningabókum að dreyma sko sérstaklega dreyma dána konu og kveðja hana með kossi það sé fyrir dauðsfalli. Já. Það tekið fram dauðsfalli einhver sem veikur. Já, já. Við dreymdi 3 konur svona þetta leyti í fyrra eða heldur fyrr kannski. Og það dóu 3 á síðasta ári. Sonur minn deyr í 7. maí, mágur minn í byrjun desember og systir mín á Þorláks. Já, já. En veistu þetta þegar þið dreymir svona og þú þekkir hvað þetta þýðir, hvernig tengjur það við daglega lífið þitt? Og ég skal viðurkenna það að þegar mér dreymir svona drauma þá fer ég að spekulera hver getur þetta verið. Já. Já. Ég alveg viss að þetta það hefur bara sýnt sig. Já. En ég ekki að segja það, og ég geri það stundum þegar ég sitt við jarðarfarir í Húsavíkurkirkju þá spöku hverjum fylgi ég næst, en það hefur aldrei stemt. Nei, og þú færð ekki þannig vitneskju hver það er. Nei. En ertu, eins og sumir myndi segja, ertu skyggn? Sérðu látið fólk? Sko, veistu það að ég hef aldrei séð þetta. En ég hef búin að sjá núna 2 sinnum og með stuttu millibili og með hábjartan dag. Ég legg mig stundum eftir hádegið og það nú kannski sagt að þetta kallist að vera milli svefns og vöku. Já. En ég var glaðvakandi og þá stóð kona og hún var í þannig fatnaði hún var í þannig fatnaði sko að það var ekki, það var sko gamaldags fatnaður. Já. Og þekktirðu konuna? Ég þekkti hann ekki fyrir það, ef þetta svo sem að ég held að sé, þá var ég svo lítill þegar hún dó. Já, hver heldur þetta sé? Ég held að þetta sé mamma fóstru minnar. Hún hefur fylgt mér alltaf. Já. Og hefur hún látið þið vita af sér? Já, hún hefur gert það. Hvernig ger hún það? Ég hef nú stundum farið til miðis, þá kemur hún ævilega. Já. Og hún segir það. Og einu sinni sagði hún við mig, hún var alltaf í síðu pilsi, og fer hún í vasan og segir, og með eitthvað í hendinu og segir, þú nú sennilega orðin á gamall til að þykja þetta, en þú vildir þetta nú einu sinni. Það var Kandís. Já.
Og það stemdi, þú... Já, það stemdi, ég man vel eftir henni, sko. Já. En ég spurði 3 sem að ég veit að sjá svona meira en almenningur sér þetta, hver þetta gæti verið. Já. Og þeir svöruðu allir eins, þetta er verndariðinn. Já. Þeir svöruðu allir eins. Já. En hitt var kallmaður og ég segi svona við þá, er það ekki rétt að það sé rétt það sem manni dettur í hug fyrst, nafnið sem manni dettur í hug fyrst. Já. Þeim bar saman að það væri rétt. Já, það kæmi svona með hugbúðinu. Já. Heldurðu að fólk sé almennt að taka eftir draumunum sínum? Ég bara veit það ekki. En ég á bróðir sem er farinn og ef mig dreymir hann, þá er hann alltaf með það sama. Skrifaði hjá þér draumana þína. Ég geri það ekki. En þú ert ótrúlega minnur. Já, ég man allan fjandann. Já. Það er, þó ég sé verða 86 ára, það er ekki. Og ég átti ágætis vin, gamlan húsvíking sem dó fyrir rúma ári síðan. Já. Og hann var fann að hringja í mig til þess að spyrja mig eftir ýmsu sem við vorum, hann var með Parkinson. Já. Hann var fann að hringja í mig og spyrja mig eftir það sem við vorum að gera þegar við vorum úlingar. Til þess að vita hvert að þetta væri rétt. Hann sagði, ég veit að þú manst það. En ég bara vita hvert að ég sé fann að gleyma. En manstu draumana þína? Ekki alla. Nei. En ég, maður man aldrei draum eða þú sofnar strax á eftir. Nei. En er ekki gott ráð að skrifa þá niður og... Jú, auðvitað er það. Já, svona fyrir okkur hinn sem munum ekki svona. Já, auðvitað er það. Já. Mér fannst svolítið skrítið að eftir að ég hætti að vinna og komin á eftirlaun, þá kom það iðulega fyrir að mér var að dreyma eitthvað, ég var að reyna út fyrir með vinnu. Já. Mér var að dreyma menn sem bæði skipstjóra og menn sem ég var landmaður á bátum í mörg ár áður en ég byrjaði í samlæginu. Já. Og mér var að dreyma þessa kalla og spyrja þá eftir hvert það væri laust pláss hjá þeim. Já. Mér fannst þetta svolítið skrítið. Já. En dreymdi þið eitthvað í nótt? Nei, mér dreymdi ekkert í nótt. Nei, er það ekki frekar sjaldgæft? Jú, það er sjaldgæft. Já. En þú segir drauman þín, þú segir... Já, ég segir fólki sem er í kringum mig, ég segi þeim frá því. Já. Ég hringi í svona eina manneski stundum sem ég har sagt að geti ráðið þetta. Já. Mér finnst nú... Ég á draumaráningabók og ég á líka draumaráningabók sem er gefin út 1919. Nú? Mamma átt hana. Já. Hún var mörg ára á sjúkrahúsi. Já. Og það, eftir því sem systir mín sagði sem vann þarna, það leið engin einasti dagur svo einhver kæmi ekki á stúlkonu til þess að fletta bókinni. En það er ekkert einasta blað fast í henni. Þau eru öll laus. Er þetta eftir einhvern Íslendinga? Hvernig veistu það? Já, ég bara maður. Þetta er gefið út 1919. Já, það er ekkert minna. Nei. Já, þetta hefur náttúrulega fyllt okkur alltaf, mannkyninu, allan tíð. Það eru draumar í þetta. Já. En við erum alltaf jafn hissa þegar okkur dreymir, bergdreymi er eitthvað sem fylgir Íslendingum kannski. Ég dreymdi skal ég segja einu sinni að ég var staddur og ég bjó upp á Uppsalavegi 12, við bjögum það mjög lengi. Já. Og þegar mér fannst ég standa á tröppunum austan við húsið og horfði upp á Húsavíkurfjallinu, þá fannst mér vera ljós á krossi á fjallinu, í hlíðinni. Og ég fer að segja einhver frá þess og segja strax, þetta hlýtur að vera fyrir dauðsfalli, ljós á kross hlýtur að vera fyrir því. Það liði ekki margir dagar, þá var hringt í mig og mér sagt að langafa stelpa mín, 3 ára gömul, hefði lent í slysi og fjórhjólaslysi og hefði dáið.
og hérna skal ég segja þér, kona sem var þarna hjá mér segir svona við mig kvöldið, hugsaði nú til þessa fólk sem farið í kringu og byttu það að fara nú austur og vera hjá þessu fólki sem lenti í þessu. Já. Já, ég gerði það. Já. Svo förum við og heimsækjum mann daginn eftir, eða kvöldið eftir, mann sem sér svona meira en við sjáum. Og ég sé svona, eins og ég ger ævilega, ekki eitthvað í kringum mig núna, segir. Hann snýsir svona svolítið snúðust að mér og segir, hvernig dettur það, þú baðst þetta fólk að fara allt austur í gær. Já. Þegar hún var kistulögð og við bárum kistunni inn í kirkjun, hún var jörðuð á Egilsstöðum og ég sat á fremsta bekk og það er engin sko altaristafla, það er bara ljósakross. Já. Og þegar ég sat og horfði þá var ég í nákvæmlega sömu stöðu að horfa á þennan ljósakross eins og ég horfði á ljósakrossin í fjallinu. Já, hugsaðu þér. En finnst þér þetta að gefa þér styrk í erfiðum aðstæðum að einhvern veginn að trúa? Veistu það að ég á ekki, já, það gerir það og ég er alveg viss um það að það gerir það. Já. En það er líka sko að þetta er náttúrulega samfæri mennum að það er eitthvað þarna, það er eitthvað eftir. Það er eitthvað sem tekur við? Já, það er engin spurning. Þú ert alveg öruggur á því. Hvað er það sem tekur við? Já, ég veit svo sem ekkert um það að því að það var nú einn frendi minn sem talaði nú mikið um það að hann fær að fara og sagði, ég skal bara segja þér hvernig það er hinum meginn þegar ég kom þangað. Já. Svo náttúrulega fer hann og ekkert heyrir frá honum. Ég fer svo einhvern tíðan til miðils og þá kemur þessi maður og ég sé svona við miðilni, þetta er nú maður sem ætlaði að segja mig hvernig það væri hinum meginn. Já. Já, hann er nú að svara þér. Hann segir, ég ætlaði að gera það. Það er nú ekki eins og farið að hugsa fyrir því að taka á móti þér. En hann hefur ekkert viljað upplýsa þig hvað biður þig? Nei. En finnur þið fyrir því fólki sem er farið á undan þér, finnur þið fyrir því? Ég geri það. Ég finn, þá finnur maður þetta svona eins og nálátofa. Já. Þetta virkar þannig. Já. Segðu mér meira, ég átta mig ekki á því. Þá líður þetta svona upp fótinn. Já. Þetta er bara eins og nálátofi. Og er það merki um að... Já, þá sé einhver nærri manni. Já. Það segja þeir sem að sjá fólk að það sé greinilegt. Já. Og þá ef þið dettur eitthvað nafn í hug, þá er það. Já. Fyrsta nafni sem þið dettur í hug. Já. Já, það hljómar svolítið kunnulega. Já, þetta er... En þú er aldrei hugsað að leggja það fyrir þig að ráða drauma eða... Nei. Ég hef miklu frekar spurt einhverju heldur en það. En við dreymdi einu sinni mjög einkennilegan draum sem var ég bara Komdu með hann svona í lokin. Já, ég ætla nú að segja annan í lokin alveg. Já. En það skal ég segja, mér dreymdi að ég hef orðið manni að bana. Það var skelfilegt. Já, ég skal trúa því. Var það einhver sem þú þekkti? Nei, ég veit ekkert hvað það var. Nei. En ég var svo samfærður um það að ég lendi þessu þegar ég var vaknaður. Já. Að ég var fann að velta fyrir hvernig í ósköpunum ég hefði mig út úr þessu. Já. Og það tók bara þó nokkur langan tíma, sko. Já, þetta var svona raunverulegt. Þetta var svona raunverulegt. Það er þetta að segja. Já. En komdu nú með síðasta drauminn sem þú ætlar að segja mér.
Síðasti draumurinn var það að ég var í sveit vestur á Flateyjardal á Brettingstöðum þegar ég var 8 ára gamall. Og Emilía sem var húsmóðir þar, hún tók mig með sér, hún kom til Húsavíkur. Fóstra mín var á spítala og pabbi var í vinnu og ég var einn sofandi heima og hún tók mig bara með og ég man eftir hún sagði við konu sem var þarna næsta húsi. Ég tek hann með mér, þetta gengur ekki að láta hann sofa bara einan og menn í vinnu og Dóttir mín tók mig með einu sinni þegar konan mín kom á spítalann, tók mig með fram í sveit og segir svona, við skulum bara skreppa vestur á Flateyjardal morgun. Já. Nóttina dreymir mig að ég að labba heima að neðri Brettingstöðum, þau bjuggu þar. Þá var stóð Emilía á hlaðinu og segir við mig, þú ert alltaf velkomin í Brettingsstaði. Æ, yndislegt. Mér þykir mjög vænt við þetta. Já, ég skal trúa því. Þetta það besta fólk sem ég nokkuð tíma kynst. Já. Það eins gott að maður haldi því til haga. Já. Gunnar Valdimarsson, takk fyrir að koma og segja okkur frá draumunum þínum. Þakka fyrir mig. Takk. Ég ætla að segja á lokum, mér hefur aldrei dreymt mannesku sem sár eða óánægð eða illkvittin út í nokkuð. Aldrei. Þetta fólk sem er að dreyma það, yfirleitt hefur þið liðið mjög vel.